Snorri Óskarsson, kenndur við Betel, næsti gestur okkar hér í föstudagsþættinum. Í vikunni þá féll dómur í Hæstarétti. Snorri hefur verið í málaferlum við Akureyrarbæ í tengslum við uppsögn hans sem grunnskólakennari á Akureyri. Snorri, þú bloggaðir það á sínum tíma, sagðir eitthvað í þá veru að samkynhneigð teldist vera synd og að laun syndarinnar væru dauði. Já. Og athugaðu eitt, ég fór ekki í mál við Akureyrarbæ. Hann fór í mál við mig. Við skulum hafa það alveg á hreinu, af því að honum líkaði illa úrskurður innanríkisráðuneytisins, fetti fingur út í það og vildi fá honum breytt, þess vegna stemdi hann mér til réttargæslu innanríkisráðuneytinu. En sem sagt, Akureyrarbær sagði þér upp starfi sem grunnskólakennari vegna þessarar bloggfærslu. Já, þeir voru búin að taka mig í áminningu 3 sinnum, töldu sig hafa rétt til þess og kennarasambandið var búin að skrifa bréf og benti þeim á að svona brot innan gæsalappa, það félli ekki undir ákvæði 14.2 og 14.3 í kjarasamningi. Svo það var ekki hægt að taka mann í áminningu og undirbúa brottrekstur samkvæmt kjarasamningi. Svo kom það auðvitað fram líka að þeim líkaði illa þessi setning og fannst hún meiðandi gagnvart samkynhneigðum að laun syndarinnar væri dauði og það væri grafalvarlegt. Og ef það væri bara vegna þeirra, að þá skil ég þá mjög vel. En þetta tilvísun til ritninganna sem einmitt segir að syndin hún hafi einmitt þennan fylgifisk. Hún eins og sáning, við uppskjörum dauða. Og þá það samkynhneigðin, það hórdómurinn, þjófnaðurinn, við getum nefnt margs konar syndir. Ég tengdi þetta við samkynhneigðina af því að í greininni eða athugasemd frá Sameinuðu þjóðunum sem var að kvarta yfir viðbrögðum Úgandamanna minni með hafi verið, gagnvart samkynhneigðum, að þá vildu þeir endilega kenna evangelískum söfnuðum hatur gagnvart þessu fólki. Og það stór munur á því hvort að ég skrifi þetta út frá hatri eða út frá því sjónarmiði sem að kristnir menn hafa. Við erum sendir til þess að vara syndarann við, gefa honum tækifæri að hann snúi við. Það kallað að gera iðrun. Öll þjóðin fylgdist með þessu og svona flestir höfðu einhverja skoðun á þessu. Það voru margir sem að sögðu, hann svo sem Snorri má hafa þessa skoðun, en hann kennari og svona segir maður ekki í bloggi. Já, það afskaplega margir. Og það voru mjög margir sem að meira segja var reynt að klína því á að ég væri skelfing fyrir ung börn sem væru samkynhneigð. Það kom fram bæði hjá Þóroddi Bjarnasyni og einhverjum fleiri könnunum hvað þetta væri hættulegt fyrir börn, því að samkynhneigð börn, þeim væri hættara við tilraunum til sjálfsmorðs heldur en öðrum börnum. Og ef við tekum þann þátt út, þá vil ég segja að 1970 þá var ég í kennaraskólanum og þá ég í sér áfanga eða sér vali sem var kristinfræði. Þá vorum við að fara einmitt í svona siðfræðileg mál. Þá lásum við bók sem einmitt sagði þetta sama. Þannig að þetta voru upplýsingar sem ég fékk 1970 sem núna 2016 eru á almann allra vitorði. En miðað við allt það sem að þið gekk á, eftir á að hyggja, sérðu eftir þessu eða segir þið sjálfum þig? Kannski átti ég nú ekki að vera að blogga með þetta. Nei, alls ekki. Ég sé alls ekkert eftir þessu. Því að ég tel í fyrsta lagi, það skiptir engu máli hver viðbrögðin eru. Þau eru allavega, þau geta verið reiði og þau geta verið líka verið að menn eru sammála og maður getur mist vini og svo fær maður aðra á. Þannig að það verður hringið í samfélaginu, það allt í lagi. En eitt þarf að standa, ef ég trúi því að Biblían sé Guðs orð, af hverju má hún þá ekki hljóma? Og ef við höldum því fram að við séum kristin þjóð, af hverju megum við ekki hafa þessi gildi? Og ef ég tel að þessi orð drottins séu til bjargar manninum áður en hann deyr,
á hverju ekki segja það? Það er mín skoðun, það er mitt álit. Aftur að fimmtudeginum þegar að dómurinn í Hæstarétti féll, svona þegar að svona, klukkan var að nálgast dóminn, varstu svona búin að gera þig kláran, setja þig í stellingar, vissirðu svona við hverju þú mættir búast? Já, ég vissi alveg, það var bara 2 möguleikar, annað hvort já eða nei. Þannig að ég hélt sko það sem að huggaði mig eða róaði mig í öllum þessum málum, bæði í málaferlunum hérna hjá Norðurlandi eystra og hjá Hæstarétti, það var lögmaður innanríkisráðuneytisins. Í báðum tilfellum, það voru sitt hvor lögmaðurinn, þá sögðu þeir því sama. Efnislega hefur ekkert nýtt komið fram sem breytt gæti niðurstöðu innanríkisráðuneytisins, svo við felum þetta í ykkar dóm að óbreyttu. Og þegar þetta gerist í Hæstarétti líka, þá vissi ég að Akureyri var með tapað mál. Ætlarðu að sækjast aftur eftir þinni stöðu og ferðu í skaðabótamál við bæinn? Hvað tekur við svona núna næst? Nú er ég bara að bíða eftir því hvort að ég fái tilboð. Hvort að Akureyrarbær sjái að sér, biðjist afsökunar, bjóði mig stöðu eða hvað þeir gera. Væntanlega má segja það er annarkvort að fá stöðuna eða fá hann að borga það, hversu virði er hún, hvað kostar mannorð, hvað kostar þetta að vera í baráttu í 4 ár, vera vísað á dyr án saka af því að einhverju líkar ekki, á maður að fá þetta bætt, má yfirvald, má Reykjavíkurborg eða Akureyrarbær eða ríkið fara svona með einstakling sem hefur ekki efni á að bera hönd fyrir höfuð sér. Mega að gera þetta? Ertu sár út í bæjaryfirvöld? Nei, ég get ekki kallað það. Mér er alls ekkert illa við þetta fólk og ég ber hlýjan hug til Brekkuskóla og ég bara, ef ég hugsa eitthvað þetta mál sem þar gerist, þá svona frekar vorkenni ég. Af því að ég veit að blessu Jóhanna María, hún á eftir að lifa nokkur ári viðbót og þetta mun fylginni sko. Henni urðu á alvarleg mistök. Og ég er ekkert sáttur við það að Kennarasamband Íslands skuli hafa vísað þessu máli frá sér. Sér í lagi vegna þess að ég er búin að borga þarna ákveðin gjöld og styðja þetta félag, hélt þetta væri mér til stuðnings. Svo þegar kom að því, ekkert að marka. Hefurðu mist vini vegna þessa máls eða kunningja? Kannski. Þeir voru þá ekki góðu vinir. En ég hef eignast aðra vini, nú er ég að tala við því. Mér finnst þetta bara fengur að hafa fengið þetta svona, sko. Segir Snorri Óskarsson í Betel og þá er þessi þáttur okkar, föstudagsþátturinn á N4 á enda. Þökkum fyrir okkur og góða helgi.